Komið sæl. Það langar mig að tala eitthvað sem ég kosið að kalla gangið í ljósinu. Og mér langar að vekja athygli ykkar á einu til að byrja með. Og við þekkjum svo vel í sköpunarsögunni, 1. Mósebók, 1. kaflanum, 3. versi. Guð sagði, verði ljós, og það varð ljós. Og svo heldur sagan áfram, og svo sjáum við í versi 16 í sama kafla. Það segir frá því að Guð gjörði 2 stóru ljósin, hið stærra ljósið til að ráða degi og hið minna ljósið til að ráða nóttu og svo stjörnurnar. Svo ef hann að skapa þessi ljós í versi 16, hvaða ljós þetta þá í versi 3, löngu áður sem hann að tala um? Þetta var ég svolítið að velta fyrir mér núna í vikunni. Því að hann segir verði ljós, en hann var ekki búinn að skapa ljósin, ekki fyrir í versi 16. Svo hvaða ljós þetta í versi 3? Þannig að á fyrstu blaðsíðu Biblíunnar þá vaknar þessi spurning. En ég held að svarið við þessari spurningu sé að finna í síðustu bók Biblíunnar, Åpenbarunarbókinni, sem ég langar að sýna ykkur. Já. Sjáum það hérna í Åpenbarunarbókinni 21. kafla og 23. versi að það segir að borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guðs skín á hana og lampið lampi hennar. Því að allstaðar þar sem að Guð þar ljós. Já, þannig að Guð þurfti ekkert annað en að segja verði ljós og þá var ljós. Hann þurfti ekki að reiða sig á neitt utan að komandi til að það gæti orðið ljós, því að hann ljós. Og Davíð segir líka hérna í Sálmi 119, þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þannig að Guð ljós og orð hans ljós. Og mér langar svolítið að velta þessu fyrir mér í dag með ykkur. Og ég tek kannski megnið að þessu sem ég að segja ykkur úr 1. Jóhannesarbréfi, 1. kafla og ég byrja hérna í versi 5. Að það segir að Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Og Jóhannes hann að skrifa þetta bréf til nokkra kirkna þarna í litlu Asíu. Og áform hans að skrifa þetta til að leiðrétta einhverja villutrú sem hafi komið þar upp í kirkjunni, einhverja ranga kenningar sem höfðu síast inn. Og ég held að þegar við skoðum líka, gætum við jafnvel gert okkur grein fyrir því að það kannski einhverjar rangtúlkanir í okkar eigin huga sem við þurfum kannski að leiðrétta. Gæti haft áhrif á samfélag okkar við Guð. Við skulum skoða þetta saman. Sjáðu hvað segir hér, 5. versi. Og þetta boðskapurinn sem við hefum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Þetta boðskapurinn sem hann hefur fengið og hann að deila þessu áfram til annara. Og svo heldur hann áfram að útskýra hvað þetta þýðir. Skulum lesa áfram hérna í versi 6-10. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allir synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Og það sem Guð hefur sýnt honum hér, og hann gerir þetta nú kunnugt fyrir fólkinu í söfniðinu. Og hvað segir hann? Hann útskýrir eðli Guðs.
Hann hjálpar fólki að skilja hver Guð og hann segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Svo hvað það fyrsta sem við sjáum það að Guð ljós. Við sjáum ljós koma fyrir allstaðar í Biblíunni. Við sjáum Guð birtast sem ljós, við sjáum hann fara fram hjá fólki sem ljós, við sjáum réttlæti sem ljós og við sjáum hreinleika sem ljós og sjáum sannleika sem ljós. Ljós í ritningunum alltaf gott. Svo þegar Guð skilgreinir sig sem ljós, hvað þýðir það? Það þýðir að Guð fullkominn. Það þýðir að hann siðferðislega hreinn og það þýðir að hann gefur okkur stefnu. Það þýðir að hann góður. Það þýðir að hann allt sem rétt, satt og gott. Og það þýðir að hann sannleikurinn og að hann sýnilegur. Að hann hefur opinberað sig. Og hér það áhugaverða við ljósið. Ef þú ert í myrkri, ljósið svo erfitt að koma auga á það? Alls ekki. Ef þú horfir til dæmis á sólarupprás, eitthvað erfitt að finna það? Það auðvelt að koma auga á ljós. Svo Guð, þar sem hann ljós, hefur Guð opinberað sig. Guð hefur sýnt okkur hver hann og þess vegna vel hægt að þekkja hann. Jóhannes hefur mikið að segja ljósið og hvernig við getum líka orðið ljós og fyllt ljósinu. Jóhannesar Guðspjall, 1. kafla, vers 1-4, það segir, í upphafi var orðið. Þetta var líklega í 1. kafla 4. vers. Og svo í versi 14 segir, og orðið var hold og hann bjó með oss. Og hver það? Það Jesús. Svo þegar við erum að tala orðið, erum við að tala Jesú. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til í honum var líf og lífið var ljós mannana. Áhugavert. Þannig að við sjáum að Guð ljós. Bæði í 1. Jóhannesarbréfi og í Jóhannesar Guðspjalli sjáum við að Jesús líka Guð. Svo ekki aðeins Guð Faðir ljós. Við sjáum að Guð Sonurinn líka ljós. Nú í Jóhannesar Guðspjalli 8. kafla, 12. versi, segir Jesús, ég ljós heimsins. Þannig við sjáum að Guð ljós og Jesús líka ljós. Og við sjáum við að Guð Faðir ljósið. Hann hefur sendt ljósið Jesús í heiminn. Og hann segir tvennt, sá sem fylgir mér, og það mikilvægt að sá sem fylgir honum, í honum gerist tvennt. Þú munt ekki ganga í myrkri, og í öðru lagi munt þú hafa ljós lífsins. Jesús ljós heimsins gerir tvennt þegar við fylgjum honum. Það fyrsta sem hann gerir að hann gefur okkur leiðbenningar svo við göngum ekki í myrkri. Hann sýnir okkur hvernig við eigum að lifa. Hann segir okkur hvert við eigum að fara. Og svo í öðru lagi, við munum fá ljós lífsins. Það verður hluti á okkur sjálfum. Þannig að Jesús, hann ekki aðeins ljós heimsins sem gefur okkur stefnu í lífi okkar. Hann kemur líka til okkar og rekur myrkrið út, þannig að við getum einnig verið ljós. Svo það gefur okkur stefnu svo við getum fyllt ljósinu. Svo lengi sem við fylgjum ljósinu munum við vita hvert við eigum að fara. Og ef við trúum á ljósið þá gefur hann okkur ljósið og ljósið rekur þá myrkrið út úr lífi okkar. Í Jóhannesar Guðspjalli, þetta var verið í 12. kafla, 35. vers. Heldur Jóhannes áfram með þessa hugmynd ljós og segir, þá sagði Jesús við þá, skamma stund ljósið enn á meðaliðar, gangið meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Þetta afar hagnýtt skilaboð frá honum og fyrir okkur. Sá sem gengur í myrkri, hann veit ekki hvert hann að fara.
Það hljómar augljóst. Ef þú gengur inn í herbergi eftir myrkur, þá getur þú óvart stigið á eitthvað sem á gólfinu. Vegna þess að þú gengur í myrkri og veist ekki hvert þú ert að fara. Og það gagnlegt að snúa við og kveikja á ljósið, svo við sjáum til. Og í myrkri þessa heims, þá það að hafa ljósið og ganga í ljósinu svo miklu gagnlegra fyrir þig þegar þú reynir að fylgja Kristi. Og svo heldur hann áfram og segir, trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið, svo að þið verið börn ljósins. Þannig að Guð ljós, í honum ekkert myrkur, Jesús Guð og þess vegna Jesús líka ljós. Jesús sagði, ég ljós heimsins, ef þið trúið á ljósið, þá verður þú barn ljósins og börn Guðs eiga að líkjast föður sínum. Og hvernig ættu börnin því að líta út? Eins og ljós. Og líf okkar á ekki að einkennast af myrkri. Í Matteusar guðspjalli 5, 14 og 16 talar Jesús. Og þetta annað guðspjall en sami boðskapur. Og hann segir þetta, þér eruð ljós heimsins. Svo Guð ljósið, Jesús ljós heimsins og ég trúi á ljósið og þess vegna verð ég barn ljósins og nú segir Jesús, þér eruð ljósið. Ljós föðurinn sem lýsti upp heiminn á að koma inn í okkur og skína síðan í gegnum okkur. Þetta hljómar alls ekki flókið, en við flækjum þetta svo mikið. Guð faðir okkar ljós og þegar við trúum á Jesú, ljósið, ljós heimsins, verðum við börn ljósins. Og þannig að við eigum að fara út og láta ljós okkar skína og við eigum að líkjast föður okkar. En svo förum við aftur það sem við vorum í 1. Jóhannesarbréfi, 1. kafla, núna 5. vers. Þar segir, þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Það ekkert myrkur í honum. Þannig að ef ljósið táknar siðferðislega hreinleika, myndi myrkur tákna synd. Ef ljós táknar þekkingu, þá táknar myrkur fáfræði. Ef ljós táknar sannleika, þá táknar myrkur lygi. Og Guð ljós og það ekkert myrkur hjá honum. Hver eru þá börnin hans og hvernig eiga þau að haga sér? Sjáðu hér í síðara Efesusbréfi, í Efesusbréfi, öðrum kafla og 8. og 9. vers. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Og svo í versi 10 þar segir, við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Og hvað segir Páll þarna? Hann segir, við erum hólpin og þess vegna gerum við góð verk, ekki á hinn veginn. Hann segir ekki, þú gerir góð verk og ert því hólpin. Hann segir, þér eru hólpin og þess vegna gerir þið góð verk. En þar sem við erum hólpin, þá ættum við að leggja stund á góð verk. Og Guð skapaði okkur til þess. Nú höldum áfram í 1. Jóhannesarbréfi, 7. vers núna, segir hann þetta. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Þannig að ef við göngum í ljósinu, og mundaði í 5. versi, þá Guð ljós og myrkur ekki í honum. Og í Jóhannesar guðspjalli sjáum við að Jesús líka ljós heimsins. Og við sjáum líka að ef þér trúið á ljósið, verður þér börn ljósins. Og Matteus hann sagði, farðu að láta ljósið skína. Hér segir hann, gangið í ljósinu, gangið í Kristi. Og ef Guð ljósið, hvernig þá að vera eins og hann? Ef ég vil vita hvað rétt,
ef ég vil vita hvernig á að vera eins og ljósið. Ef ég vil vita hvernig á að ganga í ljósinu, get ég spurt þessara spurningar. Jesús er ljós heimsins. Hvað myndi ljós heimsins gera í mínum aðstæðum? Hvernig myndi hann bregðast við? Og svo get ég farið og gengið í ljósinu. Og við getum spurt okkur sjálf, er ég að ganga í ljósinu? Ef ég er kristinn, þú játar að Jesús Kristus sé frelsari þinn frá synd, sem setur þig í rétt samband við Guð. Ef ég segist vera í samfélagi við hann, geng ég þá í ljósinu. Nú það sem við erum gjörn á að gera í þessum aðstæðum þegar einhver spyr þessara spurningar er að við byrjum ofta að skoða ávexti annara. Það sem við skoðum líf annara og sjáum hvort þeir hafa ávöxt andans. Við reynum að sjá hvort þeir séu að ganga í ljósinu, svo við getum ákveðið hvort þeir séu að ganga með Guði. En þetta er ekki tilgangurinn. Þetta er ætlað til sjálfsskoðunar, að þú spyrjir spurningana fyrir þig sjálfan og komist að því hvort þú sért í ljósinu. Í Matteus og Guðspjalli 7, 3 og 4 er Jesús með frábæra líkingu. Hví sér þú flísina í auga bróður þinn sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér og þó er bjálki í auga sjálfsins? Þannig vættum við að vera að spyrja okkur sjálf, er ég að ganga í ljósinu? Og hugsa flísina ekki vera að hugsa flísina í auga náunga okkar. Á sama tíma getur verið bjálki í okkar eigin auga. Skoðaðu sjálfan þig, spurði spurningana, er ég sannarlega í trúnni? Er ég virkilega í samfélagi við Guð? Er ég virkilega að ganga í ljósinu eða er ég bara að setja upp einhverja sýningu? Og þegar við erum í samfélagi við ljósið, þá játum við syndir okkar. Það hefur verið greitt fyrir syndir þínar. Þú ert ekki lengur þræll syndarinnar, þú ert frjáls. Hvernig sem þú hegðaði þér áður, þú þarft ekki að haga þér þannig lengur. Syndirnar sem einu sinni neftu þig í þrældóm, þú ert ekki lengur þræll þeirra, þú ert frjáls. Nú við höldum áfram hérna í 1. Jóhannesarbréfi, og núna 8. vers, það segir, ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Það er þessi setning, ef við segjum að við höfum enga synd. Einhverja ranga kenningar sem við hafa síast inn til okkar. Það fyrsta sem hann sagði er ef við segjumst eiga samfélag við hann. En það var eitthvað sem verið var að kenna. Þá komu þessir falskennarar inn og sagðu við getum trúað á Jesú og höfum himininn innsiglaðan. En á meðan við erum hér getum við bara lifað eins og okkur sýnist og það skiptir ekki máli. Þú gerir hvað sem þú vilt, lefðu þér allt því náðin mun ríkja. En það er ekki þannig. Hann segir þetta sama hér, ef við segjum við höfum enga synd, það er einhver fölsk kenning sem hefur smeygt sér inn í kirkjuna. Þessi fullkomni maður, hvað sem þú gerir er Guði alveg sama. Þú hefur ekki einu sinni synd þegar þú trúir á Jesú. Þú munt bara lifa eins og þú vilt og það skiptir einhver máli. Og hann segir þetta, ef við segjum að við höfum enga synd, þá blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. Þú ert að ljúga að sjálfum þér. Og ekki bara það, ef þú segist ekki hafa synd, þá ert að blekkja sjálfan þig. Þú ert að segja lygi sem þú ert í raun farin að trúa. Hefur þú einhvern tímann gert það við sjálfan þig, sagt við þig sjálfan aftur og aftur, þú byrjar í raun að trúa því. Og þú ert ekki lengur viss hvort það sé raunverulegt eða ekki. Við getum ekki bara farið í gegnum lífið og haldið að við séum ekki með neina synd, því að lokum myndu segja það að því marki að þú ferð að trúa því og það er ekki heilbrigt. Þegar eins og við munum í Rómverjabréfinu 3:23 að allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Enginn er undanþeginn þessu. Nú
Nú hann fylgir þessu eftir í 9. versi og hann segir: ef við játum syndir vora þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Svo það sem þú hefur haldið fast í, það sem þú ert hræddur við að játa vegna þess að Guð gæti fundið út eins og hann viti það ekki nú þegar. Það sem þú hefur verið að fela, það sem gefur þér mikla sektarkennd og mikla skömm, slepptu því. Hvers vegna? Vegna þess að ef við getum játað þessa hluti, þá mun hann hreinsa okkur og fyrirgefa okkur af öllu ranglæti. Það er engin synd svo stór að Guð geti ekki fyrirgefið. Nú í Orðskviðunum 28:13, það tala til flestra langana okkar. Og við getum jafnvel farið aftur í aldingarinn Eden. Adam syndgar, hann klúðrar. Og hvað gerir hann þá? Hann felur sig. Við felum okkur fyrir Guði til að tryggja að Guð komist ekki að neinu. Og það er talað þetta í Orðskviðunum, sama hugsun. Það segir: sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Hversu miklum tíma eyðum við í að fela hluti, sérstaklega í samskiptum okkar við annað fólk? Eins og ég get ekki látið konuna mín að vita af þessu. Ég verð að fela það því að það kemur í ljós þá og þá verðum við að takast á við þetta. Svo ég vil frekar hafa það í myrkrinu. En það segir: hver sem það gerir mun ekki farnast vel, en sá sem játar og lætur af því mun öðlast miskunn. Að játa er að vera sammála að það er rangt, að það er myrkur. Það þýðir að við komum fram fyrir Guð og segjum: Guð, það er rétt hjá þér. Ég er syndari. Guð, þetta er rétt hjá þér. Ég á að lifa lífi mínu svona, en ég lifi því á annan hátt. Ég játa, ég er sammála þér, Guð. Ég er syndari. En tókst eftir því að það segir ekki bara að játa syndir, heldur að láta af þeim. Við þurfum að hata syndina, hata myrkrið. Þú játar synd þína fyrir Drottni. Þú segir: Guð, geturðu fjarlægt þetta? Mér leiðist að glíma við þetta sama. Það geti verið reiði eða vantraust mitt eða hvað sem það er sem þú ert að gangi gegn. Hatar þú það svo mikið að þú leggur það fyrir fætur Jesú og segir: sjáðu Jesú, ég vil að þetta sé farið og ég trúi því að það hafi farið frá mér. Í Jakobsbréfinu 4:17 segir þetta: hver sem því hefur vita og gott að gjöra, en gjörir það ekki, hann drýgir synd. Synd er því að brjóta gegn því ljósi sem við höfum fengið. Og Guð, hann er ekkert ósanngjarn. Hann dæmir okkur ekki fyrir eitthvað sem höfum aldrei haft tækifæri til að fræðast um. En hann vill samt að við berum okkur eftir ljósinu, því að myrkur hefur alltaf slæmar afleiðingar, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki. En þarna sjáum við líka hvers vegna við eigum ekki að vera að dæma náunga okkar. Það er ekki okkar hlutverk. Við höfum enga forsendur til að dæma aðra. Þú veist ekkert hversu mikið ljós náungi þinn hefur haft tækifæri til að taka við. Þú ert kannski að dæma einhvern fyrir eitthvað sem hann hefur enga möguleika á að takast á við, því að hann hefur ekki haft tækifæri til að taka við ljósinu. Þú ert kannski að dæma einhvern sem Guð dæmir ekki, því að Guð veit hversu mikið ljós náungi þinn hefur hlotið. Og á sama tíma ertu kannski að lifa og lifar kannski ekki eftir því ljósi sem þú sjálfur hefur fengið. Þannig eigum við ekki að beita þessu til að dæma náungan, en á sama tíma eigum við að láta ljós okkar skína í heiminum. Við eigum að deila því ljósi áfram sem við höfum tekið við, en ekki með því að dæma, heldur með sama anda og Kristur gerði, fullur af kærleika, samúð og skilningi. Við ættum að heldur að segja eins og Davíð í Sálmi 139, versi 23 og 24,
Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Hann hér raunverulega að kalla eftir ljósi Guðs. Hann vill að Guð varpi ljósi á það hvort hann sjálfur sé í ljósinu. Þannig að ef eitthvað myrkur kemur í ljós, þá getur hann tekið á því og gert eitthvað í því. Þá getur hann iðrast, borið það fram fyrir náðastól Guðs og öðlast fyrirgefningu og snúið baki við misgjörðum sínum og þessu myrkri í lífi sínu. Og þegar þú sannarlega iðrast, muntu ekki vera sáttur við að einfaldlega viðurkenna að þú sitt syndugur og láta málið liggja þar. Ætlar að lifa í synd meðan lífið endist. Hvað segir Drottinn við þá sem hafa haft ljós en samt ekki lifað í samræmi við það? Hver sem því hefur vita og gott að gera en gjörir það ekki, hann drýgir synd. Þetta í samræmi við meginreglunar sem Kristur boðaði, sem við sjáum hér í Jóhannes 15, 22-24, það sem segir: Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd. En nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra þau verk sem engin annar hefði gjört, væri þeir ekki sekir synd. En nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Sem sagt, þeir höfðu fengið ljós. Kristur ljós, en þeir tóku ekki við ljósinu. Þeir dæmast þannig í samræmi við það ljós sem þeir hafa fengið. Ef þeir hefðu ekki fengið ljós, það hefðu þeir afsökun. Þar sem Guð fer ekki fram á það við okkur, að við förum eftir einhverju ljósi sem höfum aldrei haft tækifæri til að öðlast. En þeir höfðu tækifæri til að taka við ljósinu, þar sem Kristur var komin í heiminn. Þarna sjáum við að við erum ekki sek synd ef við höfum aldrei haft tækifæri til að taka við ljósinu, taka við sannleikanum. Og þarna sjáum við líka hvað Jóhannes á við þegar hann segir: Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Ef það ekkert ljós, þá ekki hægt að ætla til þess að fari sig eftir því. En þar sem ljósið til staðar, þar þurfum við að fara og lifa samkvæmt því ljósi. Rómverjabréfið 10:9, þar segir: Ef þú játar með munni þínum, Jesús Drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu horfinn verða. Vilt þú vera barn ljósins? Viltu skína ljósi Krist á hverjum degi lífsins? Það byrjar á þessu. Það byrjar á því að trúa á ljósi sjálft. Þá getur þú líka látið ljósi skína hvert sem Guð sendir þig. Trú sem til hjálparaðis trú sem á rætur í hjartanu, sem faðmar Krist sem persónulegan frelsara, fullviss að hann geti frelsað til hins ítrasta alla sem koma til hans. Þegar við höldum í Krist sem okkar einu von hjálpræði, þá birtist sönn trú. Þessi trú leiðir okkur til að leggja alla ástúð okkar á Krist. Skilningur okkar undir stjórn heilags anda. Þetta trú sem starfar í kærleika og leiðir okkur til að sjá fegur Krist og aðlegast henni guðlegu persónu. Við lesum í 5. Mósebók, 30. kapla 7. vers: Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni, til þess að þú megir lifa. Það Guð sem umsker hjartað. Þetta allt verk Guðs frá upphafi til enda. Syndarinn getur sagt: Ég var týndur syndari, en Kristur kom til að leita og frelsa það sem var glatað. Hann segir: Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Hann kom til að kalla fólk úr myrkrinu inn í sitt undursamlega ljós. Ég syndari og hann dó á krossi Golgata til að bjarga mér. Ég get haft fullvissu að ég frelsaður. Hann dó og reis upp aftur fyrir réttlætingu mína.
og hann mun frelsa mig. Ég þigg fyrirgefningu sem hann hefur lofað. Nú svo sjáum við þarna, ef við förum aftur í 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og nú 10. vers, þá segir hann aftur, ef við segjum við höfum ekki syndgað. Rétt eins og í versi 8, þar sem segir, ef við segjum við höfum ekki synd, að þá svíkjum við sjálfa oss. Og ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara. Við erum að segja, Guð, þú ert lygari, að kalla mig syndara. Ég er engin syndari. Við gerum hann að lygara og svo segir, og orð hans er ekki í oss. Afneitar þú synd þinni? Ertu með ranghugmyndir synd þína eða játa þú þær í raun? Það er merki þess að við höfum sannarlega samfélag við Guð og við játum í raun syndirnar sem við drýjum svo að við getum gengið í ljósinu og verið í samfélagi við hann. Viltu verða barn ljósins? Viltu skína ljósi Krists á hverjum degi lífsins? Það byrjar á þessu. Það byrjar á því að trúa á ljósi sjálft. Þá getur þú líka látið ljósi skína hvert sem Guð sendi þig. Ég vil hvetja þig í dag að gera þrennt. Í fyrsta lagi er að líta tilbaka á það sem Kristur hefur gert fyrir þig. Hann dó á krossinum þar sem við áttum skilið að deyja. Hann hefur tekið á sig refsinguna fyrir synd okkar sem við eigum sjálf skilið að taka á okkur. Og ef við trúum á hann og treystum á hann, þá getum við átt eilíft líf. Ljósið mun skína í hjarta okkar. Þá getum við líka orðið börn ljósins. Ég hvet þig líka til að líta inn á við og spyrja þig spurningar. Er eitthvað myrkur í lífi mínu? Og ef þið dettur eitthvað í hug, hvað sem það gæti verið, myndur þú játa það fyrir Drottni og biðja hann, ekki bara að gefa þig leiðsögn ljós síns í líf þitt, heldur að reka myrkrið út úr hjarta þínu. Og það þriðja sem við þurfum að gera er að finna í Opinberunarbókinni, þar sem Jóhannes, sá sem skrifaði 1., 2. og 3. Jóhannesarbréf og Jóhannesar Guðspjall, hann er að lýsa nýjum himni og nýrri jörð og hann segir, einhver tíma verður engin þörf fyrir sól. Hvers vegna? Vegna þess að við höfum dýrð Guðs sem skín yfir okkur, skín í okkur og skín frá okkur. Það er það sem við verðum að hlakka til ef við erum í samfélagi við hann. Svo við skulum fagna því. Nú að lokum þá ég var frammi á það og ég rak augun í þessa bók sem lá á skenkinu. Og ég tilviljun opnaði þessa bók. Þetta er ljóðabók eftir Sigurð Einarsson, heitir Dokaðu við. Og ljóðið sem ég opnaði í bókinni svona, mér langar að lesa það fyrir ykkur. Það lýsti upp líf mitt og leiddi mig inn í lifandi fagnaðar ríki. Já, Guð, hann úr myrkrinu lyfti mér létt og leiddi í ljósdýrðar ríki. Nú tigna ég Jesú og trúi hann á. Hann tók mig frá myrkri til ljósins. Nú lýsir Guðs orð mér frá degi til dags og döggin er Guðs dýrðarkraftur. Takk fyrir.